Langar svo í hund. Helst hund sem að vera stór og eða allavega hana sætur, sko. Mig langar, ég er alltaf rosalega hrifin af labrador og en herraskrúðvangur, hann er hrifin af Shepherd og við erum, þú veist, ég er líka alveg hrifin af Shepherd, minnst alveg flottir. Og við erum að biðlista eftir, eða í got sem er litlir sætir hvolpar sem eru fæddir. Og svo kemur bara ljós, þú veist, hver fær úr gotinu og svona. Ég er ekkert alveg kláraði hvernig þetta virkar, en þú veist, ég væri alveg til í eitt lítinn sæta núna í enda árs. Kristín heiti ég, er handleitarinn í Vatnsnes Jarn, hægt að finna með öllum miðlum undir Vatnsnes Jarn. Ég ætla að byrja á að tala klár. Það er bara eitt klár og það er hinn víðfræga, eða allavega hjá mér, vintersólpeysa. Ég átti ermarnar eftir held ég síðast. Ég man það ekki alveg, kannski átti ég meira eftir, en þú veist, ég er búin að prjóna eins og vindurinn þessa dagana. Hún er tilbúin og ég gæti ekki verið meira ánægð með þessa flík. Hún er geggjuð. Þetta er semst það sem ég valdi fyrir jólapeysu. Þú veist, hún eru pottet ekki bara jólapeysa. Ég get eiginlega bara alveg sagt það, sko. En ég ætla ekki að pakka henni niður eða eitthvað og taka upp bara í næsta desember. Kannski verði ég að prjóna aðra sem er eiginlega meira jóla, þú veist. Alveg bara svona, já, meira jóla einhvern veginn. En dúbi-dúbi-dúb. Mér finnst þetta að koma geðveikt vel út. Það eina sem að, þú veist, er að ég klúðraði eitthvað á ermunum og lagaði þær alveg, en nennti svo ekki að laga alveg. Og þetta stroff er þess vegna styttra en hitt, en þú veist, ég get alltaf rakið þetta upp og laga það, bara nenni því ekki að þessu spík. Þessi peysa er úr True Merino arangarni. Mínu. Það er í raun og veru bara myrnull, ósúpervass meðhöndluð í arangráleika. Ég prjónaði þessa á prjónanúmer 4. Er ég eiginlega alveg 100% vissum. Og þú veist, þetta er bara yndisleg flík. Bara, ég elska hana mjög mikið. Gæti, ef ég ætti að kvarta yfir einhverju, þá veist mér hálsmál aðeins vítt eða eitthvað, ég veit ekki alveg. Kannski of mikið svona bátahálsmenn fyrir mig. Eða kannski aðeins of mikið bátahálsmenn með við hvað ég er oft í, sem eru föt og bólur sem ná lengra hérna. En þú veist, ég er búin að þóa hana og leggja hana til, sko. Hún er bara yndisleg. Samt ekki vera í hana, því að þú veist, hún er svolítið heit. Setja hliðin á ofni. Og þetta er síðan bara eina klárið í þessum þætti. Og verkefni í vinnslu, ég sýndi þér gatni í síðasta þætti. Og það er sama gatni og vintersólpeysan. Að því ég elska það svo mikið. Þetta er bara, þú veist, ég vissi ekki að True Merino arangarnið mitt, þú veist, ég er alltaf eitthvað að blása í það hotni hérna, en þú veist, þetta er samt bara það sem ég er að gera og bara mínu upplifun, take it or leave it. En það er yndislegt þetta gat. Það er svo langt sem ég keypti það inn, sko, þú veist, það var einhvern tímann, þú veist, nú er ég búin að búa inn á Hvammstanga í 1,5 ár og þetta var áður en ég flutti hingað, þú veist, þetta var, ég held að ég búin að eiga þetta á lager í 2 ár eða eitthvað. Og ekkert mikið verið að eins og gera með þetta hingað til. En þetta er orðið það gamalt að pokarnir sem þetta kemur í, þú veist, það kemur í plastpoka sem er svona biodegradable eða þess að eyðist upp á sjálfum sér, þeir orðið þannig að það er ekki hægt að koma við þá bara þetta er sundur. Trúir því? Þú veist, það er bara plastpoki utanum, þú veist, hespur kílóagatni eða eitthvað og svo, þú veist, kemur alltaf að taka það úr hillanum og þá bara fór plastpokinni sundur. Talandi að þurfa að, þú veist,
vera ekki með eitthvað á lager sem að er í biodegradable póka. Ég meina, hann eyðist náttúrulega bara upp. Það er það sem hann gerir. Verkefni í vinnslu, það er til dæmis krókurinn peysa eftir Eddu Lilju. Ég get svarið það, þú veist. Ég held kannski líka að eftir Wintersol peysuna hafi ég náð ákveðnum þægilegri tökum á, þú veist, munsturprjóni. Ég er farin að láta vera minna á, þú veist, ef það eru kannski 5 til 7 lykkjur á milli, þú veist, lita, sem er kannski svona eins og, þú veist, er hérna. Þú veist, hér og hér, í þessu gula, neðstu gulu doppunum. Þá er ég byrjað að krækja, þú veist, þráðinn á milli, þannig að það eru minni líkur að mér finnst að þú veist, efnið krumpist saman ef maður hefur óvart og fast, þannig að þú veist, ég er að krækja inn á milli. Þú veist, ef einhver hefur áhuga á því ég geri svona kennslumyndband það, þá get ég það alveg. Sem sagt, já, ég held ég hafi fengið bara aðeins svona æfingu í munsturprjóna, því að þú veist, ég var ekki alveg að fíla, mér finnst eitthvað svo ófljótlegt. En svo er ég bara með krókinn Ég sýndi þér gatni í síðasta þetta. Það er sem sagt sama gatt, trúmurinn og aran, og litirnir, aðaliturinn er Simplify og hinn liturinn, og munsturliturinn er leynigestur. Ég er búin með bólinn. Sko, svo er þetta líka svo skemmtilega óhefðbundið munstur. Wintersol peysan er, þú veist, þú skilur alveg þetta munstur strax. Þetta er jólatré og svona hefðbundið dugg. En svo fáum við krókinn og þú veist, það er ekki hefðbundið munstur. Að mér finnst. Það sem gerðist sem að ég ætlaði ekki að gera, það var að ég prjónaði hana með prjónu númer 4 en ég ætlaði að nota prjónu númer 5. Þannig að þú veist, þetta er stærð large en þú veist, ég á eftir að mæla hana og ég á eftir að þúa hana og náttúrulega eftir að klára hana, þú veist, ermarnar og svona. En hún er, held ég, mun þrengri á mér heldur en hún hefði verið ef ég hefði notað númer 5. Prjónn númer 4 hins vegar passar mjög vel fyrir þetta gatt þó það sé aran. Sérstaklega ef maður ætlar að fá, þú veist, bara vel þétt efni. Ég er mjög hrifin af þessu. Ég gerir ráð fyrir að klára þessa peysu bráðum alveg, en það er líka eiginlega dottið í desember og þá er það þetta með jólasokkana sem ég ætlaði að gefa í jólagjafir og er ekkert búin með. Ég er nú að vinna í einu pari og það er svona sokkasnákur, fattar, þannig að þú veist, ég á í raun og veru bara eftir að setja stroff og hæl og tá. Kannski að passa þess á því að vera ekki að gera ráð fyrir sko að það taki bara eina kvöldstund á, þú veist, yfir 20 sokka. Það er ekki þannig. En ég er semst að prjóna, þetta er hvað heit það, in between grái liturinn minn. Talandi gráa liti, ég var síðast að tala dekkri gráan heldur en þennan hér, sem að ég ákvað að kalla kólamúla, en var síðan að breyta og ég kalla hann skugga í staðinn út af því að systrabönd á einn lit sem heitir kólamúli. Þannig að mér fannst ekki alveg við það, en ég væri með eins nafn á lit, bara svona til að þú veist rugli ekki. En þú veist, það er samt ekki þannig, það er alveg mörg gögn út í heimi sem heita það sama. Anywho, það sem ég er að nota í stroffið og tána og hælinn á þessu pari, þetta verður fyrir mann, er tilraun eldhúsi 3. Það var eftir mig.
Gatnið sem ég að nota meira en á nælonsokk. Það ég alltaf að vera meira og meira hrifin af einhvern veginn. Þú veist, það mjúkt og það sterkt. Vind mér í sokkatilraunar umtal hér á eftir. En það síðasta verki vinnslu húfa sem ég byrjaði á í gærkvöldi. Það var þannig að ég var að horfa á RÚV sem aldrei fyrr og það búin að vera svona einhver óperu innslög rétt eftir fréttir eða eitthvað núna undanfarið, hvort þetta heiti óperu móli eða eitthvað þannig, skiptir eiginlega ekki máli. En í einu þættinum var maður sem var í peysu sem að, þú veist, við fyrstu sýn þá hann í lopapeysu og en svo kom myndavélin nær og þá var hann í peysu sem að, þú veist, og gatnið sennilega svona kúlugatni, eða þú veist, eins og grunnur sem ég á sem heitir að ég kalla bubbles sem ég auðvitað með hér. Þú veist, það svona kúlur allstaðar í því. Ég litaði nokkur svona í sumar og ógeðslega hrifin af þessu, en þú veist, hvað gerir maður við svona, þú veist. Það reyndar einn sem ég veit sem að prjóna sér peysu úr svona og Helga Arnar reyndar líka að prjóna að ég held peysu. En ég var alveg bara, ok, hvernig, þú veist, hvað á ég að gera við þetta? Ég var bara eitthvað svo hrifin af því að peysan hans leit út fyrir að vera svona gatn, ekki bara heldur, þú veist, annarkoð svona þykkara gatn eða þá svona gatn pluss eitthvað fingeringatn. Og peysan einhvern veginn, já, mér fannst hún bara vera ógeðslega flott, þú veist. Það sem ég að prófa að gera á þessu gatni að halda þið saman við einn þráð af sportgatni sem ég átti til, sem reyndar Alpaca Suri sportgatn sem ég átti til. Og halda því saman með þessum þræði til að prófa hvernig það kemur út. Sko, ég ógeðslega hrifin af þessu. Eiginlega. Ég held að ekki bara gæti þetta orðið skemmtileg húfa, þú veist, það verður svona beanie húfa, alveg stór. Heldur, gæti ég trúa því að þetta yrði skemmtileg peysa. Við erum að fá smá fókus á þetta. Þú veist, hvað finnst þér? Ég svolítið hrifin af þessu, þú veist, svona þetta á röngunni. Ég held að þetta geti verið svolítið skemmtilegur svona, texture. Skemmtileg svona áferð á prjóni. Ég ætla allavega að klára þessu húfu og sjá hvernig mér líst á, þú veist, já, og setja dúsk. Þetta svona typikal dúskahúfu húbla, finnst mér. Og þetta í raun og veru það þrennt sem að ég búin að vera að prjóna í undanfarið. Þú veist, ég prjónaði bólinn á króknum, eða krókurinn á krókpeysunni á einum degi, þú veist. Fór nefnilega í bónus og þá getur maður sko prjónað á leiðinni, sérstaklega ef maður bara með eitthvað svona hring eftir hring, slétt prjóna því að þá þarf maður ekki ljósaðil en það snemmast að það ekki komið dagsbirta. Þannig ég hef svona 1,5 tíma til að prjóna á leiðinni í bónus og svo annað eins og leiðin tilbaka og svo kvöldi þá bara gat ég ekki stoppa. Þannig að ég bara kláraði málið og á þá bara eftir hermarnar. Það sem að ég ætlaði síðan að tala í þessum þætti jóladagatalið. Í gær var fyrst í aðventu og á morgun 1. desember. Í þessum þætti ætla ég að tala eða sýna þér, þú veist, þetta sem var í fyrsta í aðventu pokan frá úr dagatalinu frá mér. Dagatalið, eða sem sagt, ég var með aðventu dagatal og jóladagatal. Ég ætla bara að tala aðventu dagatali núna af því að enginn byrjar að opna hitt, eða hvað? Ertu búin að opna? Getur ekki verið. Aðventu dagatali, sem sagt, það kom í svona, eða kemur í svona poka.
myndin á pokanum er eftir Eddu. Ég bað hana að teikna fyrir mig. Ég vildi að pokinn væri, þú veist, ég vildi ekki merkja hann aðventu dagatal 2020. Út af því að mér fannst að pokinn þyrfti að vera eitthvað sem að fólk gæti notað og væri ekki merktur endilega, þú veist, aðventu dagatalinu frá mér, heldur, þú veist, væri bara svona almenn mynd, en hún getur líka samt alveg verið jóló. Þannig að sé. Svo er ég með logo hérna aftan á. En, já. Og ég ákvað að sem sagt hafa poka út af því að þú veist, það er allir að hugsa hvernig, þú veist, hvernig fer ég að því að minnka umbúðir og svona. Og ég var sem sagt með 5 einingar í þessum poka. Svo náttúrulega er þetta verkefnapoki, þú veist, sem að sá er tilgangurinn, fattaru. Og ofan í pokanum voru síðan 5 einingar, já, og það sem að opna á hverjum sunnudegi er síðan í svona tepoka eiginlega, eða ekkert eiginlega, þetta er tepoki sem að hægt er að nota bara fyrir te og sía te eða geyma einhverju þurrkaðar jurtir í því eða nota fyrir smáverkefni, sokka og svona stærri pókana og það mætti mála á þá eða teikna á þá eða gera einhvað, fattar mig. Það sem tilheyrði síðan fyrsta í aðventu, það var gagn í sjal sem að fylgdi dagatalinu. Þannig að þegar sá sem á dagatal opnar fyrsta í aðventu, þá fær hann þessar 2 hespur og getur byrjað að fitja upp á sjali sem að Edda Lilja hannaði. Edda hefur hannað sjal í öll dagatölun frá mér hingað til. Og það er sem sagt hraun og tilrauna eldarsveið sem að hún valdi í hönnunina sína. Mér fannst það passa einstaklega vel af því að þú veist, þegar þú ert að framleiða eitthvað svona fyrir, þú veist, stóran hóp og fólki og það á ekki að vera hægt að, og ég bauð ekki upp á það núna í ár og fólk geti valið sér litapallettu, skilurðu mig, að þú veist, þá er þetta svakalega fínt val að vera með gagn sem að flestir geta notað, þú veist. Þannig að það var pælingin á bakvið litavalið á þessu. Svo var lítið prjónamerki en þau kláruðust, þannig ég get ekki, það var svona kúla með stjörnum inn í. Sem sagt, fyrsti í aðventu, hann hljómaði upp á 2 hespur á gagni og uppskriftina, lítið prjónamerki og svo bíðum við bara spennt eftir næsta sunnudegi. Ég ætlaði að reyna að, þú veist, ég get ekkert lofa neinu svona, það er bara deginum ljósara að ég get ekki sagt ég ætla að pósta öðrum þætti á næsta mánudegi. Ég nenni ekki að gera þær kröfur á sjálfa mig. Ég ætla að, þú veist, það er planið og ég ætla að tala alla, þú veist, allt sem er í dagatalinu. Það er þannig, en ég bara, þú veist, ef ég segist já ég ætla núna, þá er eiginlega borðleggjandi að mér tekst það ekki. Það er alveg sem er sleipstrafagansa selið. Ég veist held að segja það, ég held að ég ekki eftir að prjóna það. Út af því að ég einhvern veginn helltist úr lestinni, bæði var mikið að gera og ég með einhverja villu í sjálfinu og ég, þú veist, eins og ég hafði fyrir því að, þú veist, velja mig liti, kræst. Velja lit, taka út lit, bæta í lit, blablabla, einhvern veginn. En þú veist, ég hef margreynt þetta. Það er bara, ég held ég verði núna á 41. aldursári mínu að bara sætta mig við það. Ég get ekki haldið mig við neitt reglulegt nema að, þú veist, tannbursta mig. Það sé það eina sem ég get haldið mig við. Síðast en ekki síst, þá er það sokkatilraunin sem að ég er að gera. Eða þú veist, ég er ekki aksjóli að gera hana, herra skrúðvangur er að vera í þessum sokkum. Eins og síðast, þá ætla ég bara aðeins og það er bara, þú veist, fyrir mína eigin hugaró að lyfta upp þessu gatni þegar það er bara prjónað og það er ekkert búið að vera í því. Nú er hann búinn að vera í sokkunum í meir en mánuð
ég ætla mér að finna rétt hversu marga daga actually hann búinn að vera í þeim. Það búið að þvo þá, að sjálfsögðu. Núna síðast, þá þvoði ég annan með handsápu, ullarsápu og hinn í vél. Þessi sem þveginn í vélni, hann einhvern veginn meira liðugur heldur en, skilurðu mig, hann meira bara línur heldur en þessi sem ég handþvoði. Þessi sem ég handþvoði, ég lét hann vera í bara sápunni í bleyti, gleymdi honum yfir nótt og svona eitthvað. En þetta líka hálfgerð pröfa á sápuna því að hann ég að framleiða sjálf. Ullarsápuna, sem sagt, hún handgerð. Ég sé akkurat engan mun, hver hreinni á ævi. Ég að sýna þér eilin á honum að því að það mesti skíturinn. En núna eftir að hafa verið í sokkunum í, meir en mánuð, þá á hverjum degi athugaðu, allan daginn frá morgni til kvölds, og það rétt farið að koma þynning í gatnið á stóru tá. Ég verð bara að hafa hendina Það sést ekkert slít á hælnum. Hællinn reyndar úr Stellina-gatni sem með 5%, 5% minna næloni heldur en hitt gatni. Og auðvitað hnökur. Það að því að því ull og ullhnökrar, ég get kannski linkað því ef þú hefur áhuga eða varst ekki búin að sjá það. Þegar ég fór gest og mikið hnökur og hversu eðlilegt það fyrir gatna hnökra og hversu mikið það fer eftir því hvaða núning gatnið verður fyrir. Þessi sokkar eru í vinnuskóm allan daginn. Og og nuddast bæði skóinn og buxurnar og hvaðeina. Svo tek ég bara fram hnökur rakvélina mína og raka þetta. Ég meina, maður leysir bara málin. Svo núna þegar dagatalið og það búið, þá ég svolítið verið að spá í, hef ég svolítið verið að spá í hvað gat mig langar að taka inn eftir áramótin. Trúmerín og Aran, það eitt af það sem ég mjög spennt fyrir og mun örugglega prófa að kaupa inn og að taka hvort að fleiri eru sammála mér að þetta sé frábært gat. Krókinn, peysuna fara sennilega 5, 4 aðalit og náttúrulega ekki heil í munstrið en skilur. Og svo annað sem ég nokkuð spennt fyrir, það Suri alpakka sportgatni sem húfan sem ég með bubblesgatni með. Ég á örfáar svoleiðis í Balance og In Between. Ég ætla að setja þær á netið og ef að þú hefur áhuga að prófa, að þá það líka yndislegt gatn. Þegar Suri alpakka, það bara alpakka tegund. Sem sagt, það til Suri alpakka og svo man ég ekki hvað heitir, sem algengari en sem sagt, afskaplega yndislegt gatn. Annað sem ég hef líka verið að spá í, það einhverja silkiblöndur. Ég á núna til 50-50 silki og merino, það geðveikt í DK grófleika og ég býð bara spennt eftir að komast í að bæði lita það, ok, ég hef litað það og þetta bara geðveikt, 50% silki, það bara klikk. Svo veit ég einnig sem að gerði sóldotna úr svoleiðis, sem sagt silki DK-gatni, 50-50. Hún var geggjuð. Svo ég svolítið hrifin af þessu bubblesgatni og það gefur manni kannski líka svolítið svona, teygir aðeins á, bara vera ekki alltaf með það sama, skilurðu mig. Ég á svolítið að því líka ætla að drífa mig að leita meira af því. Undanfarið höfum við síðan verið að byggja hænsnakofa, þess að stækka hænsnakofan. Ég búin að vera að senda svolítið, setja svolítið á story á Instagram það. Ógeðslega spennt yfir þessu verkefni út af því að lang mest af efninu sem við erum að nota í byggja kofan sem sagt áframnýtt, eitthvað efni sem áttu hvort sem að henda. Þær fá flísar á gólfið
kannski getið fundið myndir og sagt. Það eru flísar á gólfinu sagt, sem að er einhverjar afgangsflísar frá einhverjum sem ætlaði að bara henda og svo ég held að þetta sé uppsláttartimbur frá vinkonu minni sem að var að byggja og sem átti líka bara að henda og svo fengum við bóndinn á bænum fyrir ofan eða hinum með götuna hjá okkur, hann skipti þak í fyrra og við fengum bárjárni hjá honum þannig að þú veist dugar vel í hænsnakofa, bara snillt. Við erum eftir að setja varpkassa og rústprikinn og og það var bara komin tilbúin. Það geta flutt yfir þessa sem við eigum og svo ætlum við að bæta við. Það eina sem ég á eftir að ákveða bara hvaða tegund á hænu. Út af því að, þú veist, maður eiginlega að velja vel held ég og svo verð ég að vera með marglítið egg. Það er bara, það er yndislegt að fá marglítið egg. Á hverjum degi, það er bara eitthvað svo geðveikt upplífgandi. Lengra var það ekki núna. Kannski ég nái bara að setja inn þátt í næstu viku. Samt síðast þegar ég sagði þetta, þá liðu margir mánuðir, þannig að ég vona að það gerist ekki núna. Það veit aldrei. Og þá bara þakka ég kærlega fyrir áhorfið. Óska þér yndislegra daga. Frábærar aðvendu, íkt mikið að prjóni, ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við séum bara alltaf að prjóna núna og vonandi verður ekki rafmagnslaust né eitthvað veður eins og í fyrra. Ok, sök sér með veður, en þú veist, ég er eiginlega pínu stressuð að það verði þannig að ég sjá ekkert út gluggana í marga vikur og það sé bara myrkur og óveður og ekkert rafmagn. Þá ætla ég bara að kveðja. Það er í lagi að senda mér fyrirspurnir eitthvað og við sjáumst næst.